En ef við erum eitthvað lengur, þá skuldlaði ég bara. Ok. Þannig að við skulum ekkert vera eitthvað, þú veist, eitthvað katta í miðið. Skilji. Herði, þú ert í Coolbet, ég ætla að vera í... Já. Djöld, herru. Gekkjar. Herru, það er 5. lótan sem að heilsir ykkur í beinni útsendingu á YouTube. Já, ok. Byrjum fyrir svona, hálfur mínútu þegar, Biggi ákvað vippasúr bólnum. Sýna öllum túturnar mínar. Sýna öllum túturnar. Herru, í beinni útsendingu, loksins, long time coming. Geggjað. Já, það ekki. Jú. Ég held að það er allt saman að virka og vera gott. Já, næs. Er einhver að horfa, sér það? Herru, ég þurfti að vera annan skjá og svona Já, verið, þetta er líka ekki búið að tilkynna um þetta neitt. Nei. Það væri ótrúlega að væri einhver bara, hey, finna lótin live! Já, það væri ekki Einhver #1 fan. nákvæmlega, bara mánudags hádegi svona. Einmitt. Byrjar að taka upp á mánudögum og svona. Fyrir, bara nánast, sko, ég hefði vilja gera það fyrir hádegi núna. Það er bara brjálað að gera og eitthvað. Einmitt. Ertu maður að jafna eftir Þetta ferðina? ferðina? Nei, það búið svo mikið að gera einhvern veginn. Bæði bara, þú veist, í vinnunni okkar og bara með fjölskyldulífinu og hinni vinnunni minni og eitthvað. Ég er bara einhvern veginn, ég er bara ekki búinn að slaka á, sko. Nei. Ég er ekki búinn að setjast niður og eitthvað til að horfa á sjónvarpið en eitt bara, ég er bara búinn að vera on, sko. Já. Ég er sammála, ég er búinn að vera í saman bakka, sko. Ég næf alltaf í skotta í sjálfum minn. Einmitt. Þannig að ég náði aðeins að sofa út einn morguninn, sko. Og svo vakna bara þegar ég vaknaði, ég bara, djöðlar það gott. Já. Og svo fá sér svona morgun kaffibóta heima hjá sér svona. Já. Ég ætla aldrei að ferðast að þér. Ég náði einmitt sko bara beint leið og kom heim. Þá náði ég bara svona sofið 13 klukkstundir sem var ógeðslega nauðsynlegt en ég var samt bara eitthvað dauðþreyttur daginn eftir sko. Já. En ég svo þurfti þessar 13 klukkutíma svo svakalega mikið sko. Já, ég skilji. Ég man eftir hérna síðustu þátt. Þegar þú spurði svona alltaf ef við heist í þáttunum hvað voru þreyttir. Svo hlustaði ég þáttinu og ég bara, shit, hvað er maður að sofna? Það er svona overdose á valium sko. Einmitt. Það var gott að vera með hraða endurinn, Unbroken, ég ætla að skelli sér í vatnið mitt. Já, við maður að gera maður. Unbroken er geggjað. Hvaða bragð fílar þú best? Ég er svolítið búinn að vera í mangáinu bara. Já, ég líka. Elskar það. Já, ég er bara, mér finnst mangáið bara stangheðalegt. Já, það er það. Ég fíla það. Það var UFC, það var Apex Card, Murphy á móti M1 og svo er UFC 314 framöndan. Næsta helgi, þetta er eitthvað svona aðeins að taka stuðuna á þessu og ræða þetta aðeins diskutera. En ára lengra haldri, ég ætla að minna á að við erum sjálfsögðu í boði Mínigasins sem er heimavöldu bardaíþrótta, eða stór viðburður framöndan, já, kannski Golden Ticket eða Kate Steel, eða bara gott UFC-kart á góðan tíma. Þá er það líklega sýnt í Mínigarnum í þráðbeinni útsendingu. Og ef þið langar að byrja að æfa bardaíþróttir, þá er það Reykjavík MMA sem er svarið, ný grunnnámskeið á hverju mánuði, allar upplýsingar inn á reykjavikmma.is, taktu skrifið og byrjaðu að æfa á Viðarfröða 2. Svo er það Unbroken, bara rétt eins og að byggja við var að tala um. Góða endurheimt, real-time recovery, frjálst fljótandi aminosýrur unnar úr norskum laxi. Þeir sem æfa mikið ættu ekki að hika við að kynna sér Unbroken. Nákvæmlega. Herru, horfðurðu á UFC síðustu helgi? Herru, já, ég sofnaði Merchart og svo tók ég restina daginn eftir. Já. En ég var alveg límdur frá byrjun, sko. Skilji, þannig að þú hefur náð stórslagnum á móti Valentín og Finney. Já, ég var líka með pening á því, sko. Ég var svo vitlaus maður. Ég var með alveg, sko, main og co-main, fóð bara nákvæmlega eins og ég held að myndi fara. Já. Og ég setti það á parley og svo svona, já, ég hendi Robert Valentín á parleyið mitt í leiðinni. Já, sko, ég sá þetta sem bara, þú veist, þetta eru hvorugur þessar manna er eitthvað UFC level og ég held að sko Torres Finney ætlaði að koma og ná í svona viral knockout eins og þú veist, hann náði náttúrulega þessu viral knockouti þannig að áður hann fór í núna í Contender Series í seinna skiptið sko. Ég held að hann var að leita öðru eins momenti þannig að ég svona sá fyrir mér að hann væri svolítið að sveifla og Valentín væri svolítið bara að jabba hann í klessu með þú veist bara 2-fall lengri hendur. Hann er enda með langar hendur, hann er samt svo lítill sko. Hann Finney? Já, furðulega byggður maður. Já, hann er skrýtin skrokk sko. En eins og Dominic Cruz sagði sko, að þetta er ekki the ultimate pushing guys up against the cage championship, þetta er ultimate fighting championship. Já. Hann gerði ekkert nema skjóti takedown og haldunum og það var bara, þetta er leiðilegast barndagi sem ég á ævi minni horft á. Já, gerði ekkert í þessum barndagi. Já, og sko ég reyni að lifa svona lífi þannig að ég reyna að dæma engan og reyna að hata engan en ég fucking hata hennan gaur og ég er búinn að dæma hann svo hart sko. Þú veist, ég er bara þolig hennan gæja núna sko. Ekki bara eitthvað út af því að ég tapaði pening, bara út af því að þú veist, þú gerir þetta ekki. Þú mætir ekki í UFC og bara íti gæðinum upp við búrið og heldur nú þar og bara gerir ekkert í viðbót. Þess að einn dómari gaf Valentín bara 30-27 bara þegar hinn kildi
fattar þau? Já, sem alveg galið, sko. Já. En þeir sögðu þetta var eitthvað svona boxing judge. Þetta var eiginlega bara svona fuck you til Torres Finni. Ég held að það hafi líka verið bara, herri, ég veit ekkert hvað ég að gera hérna. Svona þegar þú mætir á alvarlega viðskiptafund en þú ert McDonald's-fuglinn, skilur. Þetta var svona þannig moment, sko. Já, þetta var ógeðslega leiðilegur bardagi og ég horfði á þetta daginn eftir. Ég horfði á eitthvað á kartinu, sko, við svona eitthvað chilla og leika mér að tippa og eitthvað. Það er gaman að gera það svona live. Já, einmitt. Eða svona semi-live. Og það var bara gaman. Svo sofnaði ég og var eitthvað svona kíkt á stöðuna og þú eitthvað ekki horfa á Valentín Finney. Já. Og ég ætla að horfa á Valentín Finney. Og ég alvegni, ef ég þarf að sjá rassinn af Finney upp í loftið, að með hann er að þefa á klófinu hans Valentín í eina sekundi viðbót. Og bara, ég veit ekki. Mér finnst bara, mér finnst þetta bara svona make an example out of him og bara cut hann. Segja bara svona, þetta er ekki UFC. Þetta er ekki það sem að áskrifundur okkar að borga fyrir. Nei. Þú veist, bara þó að unni bardaga, bara burt með þig. Ég vil ekki sjá hann eitthvað, sko. Ég sammála, sko. Ég hugsaði líka, sko, því að Dana White var svona í pínu vörn með hann, sko. Dana White var ekki 100% sammála eða svona sannfærður að Finney ætti að fá samning eftir Contender Series. Nei. Þannig að hann eitthvað svona, já, ok, hann getur spennandi, þú veist, hann er middleweightarmaður, þú veist, er þykkur, langar hendur, þú veist, það er alveg potential þarna. Svo bara, já, hvað gerir við UFC? Ég horfði á þáttinn vikuna sem hann var í Contender Series og hann vann barnaðan sinn og allir sem unnu fengu samning nema hann. Og Dana White sagði við hann, þú veist, þú komst inn í Contender Series áður og ég sagði þér að fara og redda meiri reynslu áður og kemur aftur. Eina sem hann gerði var að fara og ná einhverju einu viral knockouti þarna og kom aftur og Dana White sagði bara, þú fær ekki samning, ég baði að næla þér í reynslu, ekki bara berjast einu sinni. En svo bara steig hann inn fyrir einhvern sem meiddist það eitthvað og tók aftur þátt einhvern veginn og fekk þá samning. Þannig að það var ekki hægt að neita honum það eftir það. Já, svona allt eru þröndir. Já, þannig að þú veist, Dana White var ekki on board fyrir bara að hann þurfti þess. Já. Því hann svona reddaði þarna einni vikunni, sko. Já, svona ok, alltaf lagi. Herri, fyrir utan þennan leiðilega barða það var Brad Tavares sem að gera svona buffaði Gerald Mersjart. Oddi Osborne með bara frekar gott TKO á móti Louis Gurule. Chang Hoon Lee bara groundipondaði Romeus. Já, sko, ég vaknaði í þessum barða. Ég sofnaði Mersjart og vaknaði þessum, sko. Þannig ég hef ekkert að segja þetta, sko. En ég var eitthvað spenntur fyrir þessum Kortavíus Romeus. En hann hefur greinilega ekki náða að delivera núna 2 töp í UFC eftir að hafa komið með sigur í gegnum Contenders, var náttúrulega 11 og eitthvað, þú veist, það átti að vera einhver móli, sko. En ég veit ekki, hann þarf alltaf að vinna næsta, hann vil ekki vera köttaður, eða eiga hættuna á því. 100%. Það Pat Sabatini, Unanimous Decision gegn Joe Anderson Brito og main eventið, Leon Murphy sem að tók Josh Emmett á það leið í Decision. Ég sko sá fyrir mér, fyrir þannig bara það, að Josh Emmett myndi ná að klokkan, myndi ná að klappanum, að því að hann er með miklu meira power í höndunum heldur en Dan Ige var bara buffan og ég er bara svona, ok, áhugavert. Svo finnst mér trackar hans Leon Murphy svolítið bloated, sko, af svona lélegum, Edson Barbosa, Amir Khani er þarna. Ég er ekki sammálaður, sko. Og ég er bara svona, ég er ekki alveg, þú veist, ég veit að þú ert bouncing on the cock, skilur við, ég veit það. En þannig það var svona eitt og annað í, þú veist, af rekorduna, svo ég er svona, þú veist, á móti Emmett, hann tekur pásu frá þú til ég efnast á okkur meðslum og eitthvað, bara já, þetta er með þetta. Herru, svo breytist Emmett bara í eitthvað glímukall. Já, þú veist, hann reyndalega, sko, hann reyndalega að stræka við hann og þú veist, og var að reyna að gera þetta smá svona, þú veist, smá svona slöggfesti í byrjun. Svo skýtur hann í takedown í annari lótu, svona miðja aðra lótu, það var svona fyrst takedown tæmtið hans. Ég skildi hann mjög vel að fara að blanda glíminu þar og þú veist, ég held ekki að þú veist ef hann hefði getað náð takedownu, þú veist, þá hefði það verið góð leið að sigri því hann var búinn að finna út, ok, þú veist, það er flóknara að bara róta Murphy heldur en bara, þú veist. Já. Heldur en hann hélt kannski. En hann vinnur samt fyrstu lótu. Emmett? Já. Á öllum skórkotum. Já. Þá vinnur hann fyrstu lótu. Já. Og mér finnst hann eiginlega ekki byrja að tapa þessum fight fyrir hann byrjar að glíma. Mér finnst hann svona viðurkenna fyrir sjálfum sér og heiminum að hann sé búinn að tapa þessum fight einhvern veginn og vilja ekki standa og benga þegar hann fer í glímuna. Vinnur ógeðslega hart í glímunu, nær hann niður
hann kastaði honum í loftið. Já. Það var geggjað. Að geðveikt. En þú veist, orkan sem þú setur í það, í 5 lóti bardaga, og ég bara, þú veit ekki fara græðin til þessu. Og Murphy, hann stendur svo brögt. Já. Og maður svona, já, þetta er ekki alveg. Já, ég skil hann alveg að hafa vilja blanda smá glímu inn í það, sko. Já. En, þú veist, út af því þetta var bara að fara að vera erfiðara, þú veist, að standa bara framan Leroy Murphy í 5 lótur, þú veist, hann mun fara að písa upp meira og meira, og þú veist. Já, en það er samt, þú veist, styrkleikinn hans Emmett þar. Já, Emmett samt góður í glíminu líka, sko. Já, en það er bara lélugu í itsari, skilju, af því að þess að við nærfum niður. Já. Og Murphy stendur bara upp strax aftur. Já, Murphy náttúrulega bara ógeðslega góður. Murphy bara... Hann vel rounded, sko. Hann að fara að berja sem titil bara annarkur seint á þessu ári eða snemma næsta, sko. Já. Hann er mjög góður, mjög langur. Já. Og hann er svo tæknilega góður, hann er líka bara svo góður að blanda saman vopnunum sínum. Þú veist, hann er til dæmis að negla einhver low kicks, þá getur Emmett alveg orðinn svona ái, og þá svona, þú veist, heldur þess að koma annar low kick, en þá kemur bara típu upp miðjuna, og svo kemur bara, þú veist, þessi oblique kicks í hnið og eitthvað svona, þú veist, þú veist aldrei hvað þú átt vona frá hann, og það er ógeðslega böggandi að berjast hann, sko. Já, pottet, sko. En ég var svona, já, ég hafði trú á Emmett, setti svona pinning á hann, og svo þegar ég fattaði bara, hann mættur með, þau sköðláttu með skegg, og ég bara, gauður, þú ert ekki að gera neitt. Kom með grátt í skeggið og ég svona bara, það kom mér á óvart hvað þú hafði mikla trú á honum, sko. Þú frekar svona snjall klárstrákur í þessu, sko. En ég var bara eitthvað, Nonni hefur alltaf mikla trú á Emmett, sko. Þú varst bara, hann er bara frá rótan, sko, ég er búin að sjá þetta fyrir, ég er bara eitthvað, Já, en þú veist, það var aðalega Dan Ige dæmi, sko. En Leroy Murphy mega það, sko, að hann segir svo í post-fight intervjúinu, þá tæklar hann eiginlega alla punkta sem ég var búin að hugsa fyrir bardagan. Ég svona, já, ég þurfti að vinna þessu og þessu og þessu, og ég bara, Hann er klár, sko. Þannig að hann er alveg með gott teimi, og hann greinlega rýnir í bardagan sína og lagar það sem hann gerir vitlaust. En það, hann var ekkert að gera svömmum mistök í þessum bardaga og hann gerði í bardaganum undan. Þannig að, þú veist, bara props til hans, skilur við, 100% það sem hann á að gera, og eins og þú segir, hann er að fara að berja sem titil og eitthvað, ég bara, ef þú nálgast bardaði þetta svona, þá 100%. Þú veist, þetta er the way to go, allan daginn. Sko, svona, ég veit ekki, ef hann hefði kannski rotað Emmett eitthvað, þú veist, þá hann kannski kom með alveg bara svona statement til að vera næstur í röðinni, bara, þú veist, til að mæta Diego Lopez, ef að Lopez verður meistari næsta helgi. En ég held að hann þurfi bara 1 góðan sigur viðbútt og svo titlisshot. Já. Ef hann myndi fá bara, þú veist, Movsar Evlov næst eða eitthvað og vinna hann, þá er það bara title, sko. Já, hvað er Murphy núna í rankings? Hann er alveg í top 10, sko, held ég. Já, ég var ekki alveg búin að skoða, en þú veist, hann er alveg við toppinn, sko, myndi ég halda, maður sjá. Hann er nummer 10 og hann gæti, hann tekur nummer 8 af Josh Emmett. Top 10, sko, alveg toppinn, hann er bara í 10. sæti. Já, en þú veist, hann tekur núna 8 af Josh Emmett, þá bara eftir uppferða. Þannig að þú veist, fyrir ofan hann, Arnold Allen, Brian Ortega, Jair Rodríguez, þetta eru spennandi matchup. Já, það er eiga eftir að uppfæra þetta. Já, ég meina, hvað, Emmett situr ekki áfram í 8. sæti? Jú. Nei. Sturlaðir hlutir hafa gerst. Já, líklega, hann færi eins og eitthvað aðeins upp. Þú ert vissum að Diego Lopez verði meistari næsta helgi. Ég er ekkert ógeðslega ósamlega, sko, en já, sjáum hvað, en sko, Josh Emmett sagði fyrir hann bara það, hann væri búinn að taka pásu til að jafna sig á meiðslum og svona, hann væri búinn að vera 30%, núna er hann 100% og eitthvað, og leikur ræða sem maður heyrt áður frá svona barðadútum, sko, og hann eitthvað, þetta er fyrsti barðaðin í 8 titlunum. Já, hann bara taka pókastinn og fara heim með það. Já, þannig að hann færtur. Þú veist, já, þetta var svolítið svona, fattur, ef Josh Emmett hefði rotað Leroy Murphy, þá væri það bara svona, ok, þú fær séns, þú fær titilinn, sko. Og ef að Volkanovski myndi vinna næsta helgi og Emmett hefði unnið þannig bara það, þá væri Volkanovski, Josh Emmett fyrir næsta titil hefði alveg verið sexy, sko. Josh Emmett á móti Volkanovski? Já. En ég held bara, algjörlega, þú veist, Josh Emmett er ekki að fara að gera neitt meira annað fyrst hann tapaði þessum bara það og þú veist. Hann er found out, svolítið. Já, hann er bara gamall, þú veist. Já, hann er bara flottum feril og þú veist, eiga flott knockout og skemmtilegu fætir og skemmtilegu bara á persónulegu leveli, bara skemmtilegu gæði, sko. Já, en
hann ekkert að fara að gera þetta meira held ég sko. Nei, ég 100% sammála þér, það var vel gert hjá hann að fara skilur 5 lotur móti Topuria, það var gott kredit sko. Já, einu maður sem hefur getið gert það. Já, það hefur getið gert það sko, þannig að hann var með hellingur svona going for him í þessum bardaga sko, komandi inn í bardagan. Og líka bara, þú veist, eins og 4. lotan, þó hann kannski tapinn á stigum, hann var, þú veist, að Championship loturna byrjuðu, þá virkaði hann sjúkla hættulegur sko, en Murphy var bara geðveikt góður að blokka þessar overhands þegar komið. Þannig að hann bara blokkaði þær hérna. Já, hann var bara rosalega þéttur í allir vörðinni sinni. En scorekortin eru alveg svona, þau eru svolítið all over the place. Já, mismunandi hvort að dómararnir gefi Emmett 3. eða 5. eða ekki. Mér fannst Emmett bara að taka 1. Já, það er svona margar svona splittlótur sem eru svona, ég veit ekki alveg hvert það fara. Með svona, ef þú gefur Emmett 1. lótu og Murphy allar hína lótunar, með svona letileg dómgæsla. Já. Hann er með takedowns og alls konar skemmtilegt í lótunum sko, og þetta er svona frekar jafna lótur sko. Þetta sko, ég held að stuðin á Emmett fyrir hafi verið sko 3,75, datt niður í 3,65 rétt fyrir fight, svo jafnaðist hann vel út. Já, live odds. Já, hann jafnaðist vel út hann í lokin sko. Já, ég veit. Þannig að, þú veist, þannig það. Já, þetta var ekkert eitthvað, mér fannst eiginlega bara Emmett taka 1. lótuna og svo fannst mér bara svona Murphy sigla sig eiginlega heim, en þú veist, maður var samt alveg þetta var, þú veist, þegar áður en að dómurinn var lesinn, þú veist, þá var maður alveg svona, þú veist, maður hefur nú alveg séð svona viðurleik falla hvora sem er megin, sko. Já, ég hef séð Valentín vinna allar 3 lótunar að geta finna í. Bara, hann vann þann bara 30-27. Hann var líka bara hristandi hausinn þegar hann heyrði bara eitthvað, this judge gives, bara, til hans og hann bara, what the fuck? Ekkert eðlilega fyndið, sko. Herru, þetta verður svona kannski stuttur þáttur hjá okkur í dag, þannig að við verðum með hraðar hendur á með við jöfnum okkur á lífinu. En já, áður en við förum í fréttapakkan, þá ætlum ég minna á að ef það langar að hámarka árangurinn, vellíðan og fleira gott, þá eru Yngling fæðubótarvörur svarið. Það er Shea-Legit náttúrulegir styrabústerar og sveppablöndur. Vara mánaðarins, í fyrra mánaðar var sveppablöndan. Ég held að við sem bara komum þér í Shea-Legitið aftur. Betri svepp, minni heilaþoka, sterkara ónæmiskerfi og betri vellíðan. Ekki gleyma afsláttarkóðunum. Þú fær 15% afslátt með kóðunum 5. lotan við checkout. Ertu ekki í sveppablöndunni eða? Jú, ég tek Cordyceps, Liamane og Ræsin. Já. En bara daglega, ég kom inn bara á allan kokteilinn aftur eftir að hún voru múti. Já, einmitt. Bara finn vinn á mér. Já, einmitt, ég það ekki líka. Ég einmitt tók pásu með að hún var múti, sko. Það er nefnt ekki að vera að ferðast með þetta eitthvað, en ég bara, nú er maður bara komin á þessar 4 töflur alla mótna og líða heldur vel. Einmitt, þetta er svo mikill munur og líka bara Fatigójað og Ashwagandha og nákvæmlega. Þetta er fucking kokteil, sko. Nákvæmlega. Og með þess að sko, fætir eru að koma til mér, með skotta milli lappana og bara, getur nokkuð? Þetta með smá svona Yngling. Sem ekki ekki að. Herru, og svo er það M-Fitness, íþróttavörur, lóð og jógavörur, Stórhöfða 15 og Tryggabraut Akureyri. Það eru, nýja vörur mánaðarlega. Vorlínan er glæsileg. Já. Og ég hugsa nú að netútsalan sé búinn. Það kemur reglulega alveg hátt upp í 80% afslutur í M-Fitness. Já, nákvæmlega alltaf með þessar líka bara, þú veist, Lagarsölur geggjar, það sem er bara, þú veist, getur bara farið að keypta peysu á 1500 kall, sko. Já, einmitt. Svo til sem að færi ekkert hvað sem er. Nákvæmlega. En áður en kveðum þetta kart, Riz McKee á móti Daniel Frunza. Það var fucking banger, sko. Þetta var bara ein lota sem verður að stoppa af því að Frunza var með svo mikla frunsu. Það er pabbi á svæðinu. En dammit maður, þessi lota var fucking svakaleg. Þetta var bara 5 mínútur að geðveiki. Og sko, ég hugsaði mitt bara, þegar lotan kláraðist, þá bara svo sá ég Frunza að labba í hornið sitt og ég hugsaði bara svona, þetta mun ég aldrei hafa í sjálfum mér. Að geta bara, þú veist, farið í eitthvað svona stríð og ætla svo bara eitthvað að taka mínútu pásu og aftur inn, sko. Ég hugsaði bara svona, þetta, þú veist, þarna dreg ég línuna. Þetta er eitthvað sem að maður eins og ég mun aldrei geta gert, sko. Nei, maður eins og þú getur aldrei gert þetta. En Riz McKee, hann virkar einhvern veginn, mér fannst vörnin hans svo geðveikt góð, en hún virkar svona eins og hann veit ekkert hvað hann er að gera. Hann er bara einhvern veginn eitthvað, snúa sig einhvern veginn svona og þú veist, einhvern veginn allt bara svona rétt svo heitir hann ekki. Þannig að ég er bara eins og eitthvað svona drunken master eitthvað, þú veist, þetta er mjög fyndið út, þetta lúkkar ekki eitthvað svona get cool vörn eitthvað, en það bara virkar óslega vel. Hann var ekkert náðu að hitta hann og hann var alltaf bara eitthvað,
bara taka einhver svona víða snúninga og eitthvað svona, eitthvað dótt. Já, fyndið. Og lendi ekkert á honum einhvern veginn og það var bara, já, hann vill meina að hann sé vanmetnasti fighter í UFC. Já, ég held til að samþykja það, sko. En þú veist, þú þarft ekki að vera, þú veist, með þess að allir séu Crouching Tiger í dag, þegar Drunken Monkey kannski alveg jafn gott. Þannig að þú veist, það svona sá punktur, sko. En hann bara búinn að fara svolítið erfiða leið, sko. Hann náttúrulega bara, tekur UFC debut og bara, gjörðu svo vel, Khamzat Chimaev. Já, og þú veist, tapar 2 röð, köttaður, en fer svo í, aftur í Cage Warriors, þar sem hann vinnur 3 bardaga, allt finishes, þú veist, vinnur fyrst bardaga, fer svo og vinnur titilinn, einhvern svona veikan titil og svo fer og unifier belti í setnum bardaganum, tekur bara 3 geggjaða bardaga, allt finishes, kemur svo tilbaka í UFC og fær Angelusa og Chidi Bang Bang Njoku, tapar þú veist báðum á ákvörðun, þú veist, og öll þessi töp eru á ákvörðun nema Khamzat, sko. Þannig hann búinn að vera bara eiga ógeðslega erfiðan og svona pirrandi óheppnisferil í UFC, sko. En þessi gæi alveg, þú veist, ég trú honum þegar hann segir að hann sé vanmetnasti fætinu, sko. Já, þú veist, hann er efnilegur, maður sá það hana, hann er drullu góður, sko. Ég meina, þú veist, hann á flottan feril og, þú veist, hann var að keppa á Bama British Amateur MMA, eða ekki, stendur ekki fyrir það. Þú veist, hann var samt að keppa pro level í þessu Bama og þar hann með bara, sko, round 1 finish við Jai Herbert, sem alveg klálega UFC level góður bardagamaður, sko. Hann var næstu búinn að róta Tuporia. Þannig að, þú veist, hann álega einhverja sigra þarna áður en hann kemur í UFC á móti einhverjum flottum gaurum, sko. Klálega. Já, klálega. En ég ætla að koma með eitt frunsupunkt. Að, sko, maður heldur að bardagan sé að vera stoppaður út af augan hans. Já. Að það var svo bólgningur auga og maður sá bara eitthvað svona, það var að lokast og eitthvað maður svona, shit. Og líka kött. Það var líka kött undir auganu. Já, líka með kött undir auganu. Mjási. Já, með kött undir auganu. Og það var alveg lokast, en svo stoppaði bardagan út af vörunni. Hún líka alveg fucking reyðinu. Já, ég held að það verið 7-8 spór eða eitthvað. Það er UFC-doktor með Instagram aðgang og það leit ekki vel út. Nei. Shit, hvað var slæmt. Já. Fyndi hann heiti Frunsa, enda bardagan svona. Já, nákvæmlega. Shit, sko. Einu sem það getur gert að vera betra er að, þú veist, ef ansækjarinn hans hefði heitið, þú veist, herpes eða eitthvað. Það er svona, þú veist, já, nokkuð gott. Herru, aðeins í fréttir. Já. Hún Valgerður okkar var að berast um helgina. Alls konar veseni í kringum þann bardaga. Hún tók hann á short notice. Já. 8 af 2 á kartinu, var svo bara eitthvað eftir kartið eitthvað. Mótshaldarinn alveg. Það var svona wind down bardagi eins og Kate Steelers-num það. Já, nákvæmlega. Eitthvað svona, byrja að moppa gólfið. Nei, ég segi það ekki. En byrju, af hverju var þetta fært svona? Ég bara get ekki svaraði. Ég hafði ekki samband við mótshaldarann. Ég var svo brjálaður heima yfir því að hún hefði ekki verið í útsendingunni. Þannig að ég fekk hérna linkin hjá Kai Fitness. Já, við erum að þakka Dagur good looking out hjá honum að bara senda okkur einhvern link í gegnum eitthvað Instagram live-dót svo við náum bardaganum. Einmitt. Auðvitað var Dagur með Kai Fitness í hóðninu sínu og var með alltaf hreinu. Einmitt. Ég náði bara síðustu lótunni og ég tók eftir að Valgerður var svolítið að éta höggin. Hún var samt alveg að svara eitthvað fyrir sig, sko. Já, algjörlega. Þetta hefur alveg verið 8 lótur af fucking stríði, sko. Já, sem að bardagan á Valgerður oft þannig. En hún tapar bardaganum á stigum. Sem kannski, þetta heitt Brest Prospect, hún Lily Winch. Var þetta ekki mér fannst eins og einhver dómar að satt 49 eitthvað, en eins og Valgerður að tekja eina lótu. Já, hún tekur eina lótu. Og fyrsta stelpan til að taka lótu af Winch. Já, ekki 49, eitthvað 9. Já, þetta var 8 lótur. 79. Já. En hún tekur eina lótu, hún Valgerður. En hún alltaf, þú veist, þetta aftur þessi saga, sko, þar sem að hún að taka bardaga, þú veist, short notice, móti heima, ósigurum heimamanni, bara þú veist þú þarft að vinna hana bardaga rosalega samfærandi á stigum, ef þú ætlar að vinna hana á stigum. Hún líka svona, þú veist, hún að taka þessa ógeðslega hættulega bardaga, þú veist, hún að mæta þarna inn sem þessi B-side gælla, hún að mæta Jordan Dobie, Sean O'Bannon og þessari sem, sorry mann einhvern hér Lily Winch. Já, Winch. Og svona mæta öllum þessum gælum á þeirra heimaðallum, þú veist, það verið að fá bara, þú veist, gælu til að, þú veist, establisha rekordið hjá þeim. En Valgerður til sama, hún bara komin til að buffa þessar gælur, fattar við. Og, þú veist, var ekki langt frá henni á sigrunum allan móti Dobie
þegar hún mætti henni, sko. Mjög Þannig hún alveg að stríða sem topp prospect, sko. Og fyrir þessa gælu sem eru svona, þú veist, að byggja ferlinn sinn, að það þú veist, ég held að kannski átti sig ekki á hversu mikið gamble að fá Valgerði inn sem svona B-side fighter. Það Valgerði getur alveg strítt sko. Ég held að það átti sig alveg pínu á því, sko, því það hefur verið erfitt fyrir Valgerði sem að fá bardaga, sko. Þannig að það kannski hugsa með sér eitthvað svona, þetta gott rekord, þetta svo veist, þetta erfitt. Ef þú horfir á Valgerði sem padding á rekordið þitt, sko, þá, þetta erfitt. Hún lét Vince alveg vinna. Ég held ég að við séð 5 lótur, 5 og upp úr, svona endur en 4. Og þú veist, Vinci var alveg að vinna hana bardaga, en Valgerði var að láta hana worka og Valgerði bara pressa og og að svara, að lenda helling, sko. En bara ekki nóg til að vinna bardaga. Og það svona, ég veit ekki af hverju það verður svona erfitt, en ég væri til að sjá, þú veist, Valgerði bara eftir kamp, ekki taka svona short-notice-bardaga, bara það verðist alltaf verið eitthvað svona, eitthvað vesen. En þannig það. Herru, annað fréttum, þá Íslandsmeistaramótið í hnefaleikum næstu helgi. Í húsakynnum World Class Boxing í Akademi. Verður á laugardaginn og sunnudaginn. Þetta svona uppskeruhátíð HNÍ. Þannig að örugglega bara meiri upplýsingar það aðeins síðar, en það spennandi. Já, maður. Það mikið sem spennandi, það myrkgrunn gluggatjöld á Smiðjuvegi, fjarstíl snjall gluggatjöld og myrkgrunnatjöld þar sem þú getur lokað alla birtu. Bjarni hjá Myrkvinn veitir ykkur frábær þjónustu og hjálpar ykkur að finna tjöldin sem henta fyrir þig og þitt fyrirtæki. Það myrkvinn.is. Og svo Prepparinn Makrobar, auðvitað leiðin til að borða hollt. Prepparinn á Suðurlandsbraut og Orkunni Vesturlandsvegi. Það Mexíkóskálinn sem klikkar aldrei og ítalska skálinn líka. Þannig að ekki missa af Prepparinn. Herru, ef að hoppa aðeins yfir í UFC 314. Já, við erum að minnast á Emin. Hann átti að berja síðustu helgi, sko. En bara anstæðingurinn hans púlaði út bara fimmtudags morgun. Hann átti bóka flug bara út á fimmtudeginum, þannig yfir til Guadalajara og færði þá bara þessar fréttir að gaurinn sé hættu við. Og þú veist, það fylgdi ekkert sögunni hvort það var einhver meiðsli eða eitthvað. Mögulega hefur gæðin bara ekki verið í stuði til að lemja sig. Nei. En það er mjög frústrerandi fyrir Emin af því að vísa hans að klárast. Það má bara vera 90 daga úti og nú þarf hann bara að koma heim og fer ekki aftur út fyrir henni í haust, sko. Þannig að þú veist, hann alveg að bíða einhverja 3-4 mánuði eftir næsta bardaga. Það svolítið pirrandi, sko. Hann var að stefna á að reyna að ná, þú veist, 2-3 í þessari ferð, náðu bara einum. Þannig að hann stefnir á alveg að bara, þú veist, bara að vera mjög duglegur í næstu ferð og reyna að ná alveg bara 3-4 þá, sko. Já, algjörlega. Það væri gott, sko, en þetta alveg hluti af leiknum, sko. Þú veist, þó þú búin að gera hugalund að fara út og berjast x marga bardaga, sko. Það mátt alltaf eiga von á því að, þú veist, eitt detti út eða, þú veist, það er enginn sem að fara að keyra sig upp í 10-0 rekord án þess að einhver púli út og eitthvað vesen og drama á leiðinni, sko. Það var líka vesen að hann var svo svakalega veikur og stutt eftir síðasta bardaga, sko. Þannig að, þú veist, hann var að skoða einhverjar dagsendingar í mars sem að þurfti að hætta við út á veikindunum og þú veist, þessi bardagi var með eitthvað svona spurningamerki út af að hann var svo mikið veikur, sko. En ákvaði bara að kýla það, svo lendir hann í þessu. Þannig að svona óöfnin aðeins múin að elda hann undanfarið, en hann kemur bara sterkur tilbaka eftir sumarið. Tekur bara feitt kamp hérna heima og kemur. Feitt kampið heima? Já, benni bara aftur niður í VAPC og... VAPC, fara að buffa menn sem mig og... Já, what an honor! Gæði. Herru, UFC 314, það main eventið Alexander Volkanovski móti Diego Lopes. Tjóðið spenntur með þér. Ég er mjög spenntur. Ég með langar sem mikið að horfa á þetta, sko. Ég efast að ég fá að gera það sem ég að vinna eða að covera Íslandsmeistaramótið helgina. En sko, Diego Lopes, hann tilbúinn í þetta? Já, hann tilbúinn í þetta. Ég held að hann sé að fara að róta Volk, sko. Ég held að sé bara síðaskipti sem sjá Volk, sko. Wow, ok. Ég hef alltaf bara elskað Volkanovski, sko, en ég veit að ég sé hann ekki alveg vinna hann bara það, sko. Ég held að Diego Lopes er komin til að taka yfir, sko. Sko, það kom eitthvað svona á Instagram í miðri viku, þar sem að Aprilgabið. Var það Aprilgab? Já. Hann hefði pull out? Já, he pulls out all the tricks, stóð eitthvað svona í litli skrift. Já, ok. Ég var alltaf í einhverju stresskast hérna í London á þessum tíma og var ekkert að hugsa hvað sem skýrt, en ég tók þetta þannig, sko, að hann hefði pullað út, svo hætt við að pulla út og það væri mögulega svona
já, það væri eitthvað veginn á honum. En ef hann bara heill. Var þetta ekki bara pósturinn þarna frá West eitthvað? Jú, getur verið. Já, þetta stóð bara Diego Lopez pulls out og svo í litli skrift all the tricks to beat Volkanovski eitthvað. Þú veist, þetta var bara aprilgabb. Já, ok, geðvægt. Ok, það gott að vita. Já, það er best bara að taka Ingo af alvarlega sem byrtist 1. apríl, sko. Við vorum með þetta að hittast hérna, ég var bara, nú er pott ekki að fara að mæta, sko. Já, nei, ok, þá tekið þannig að Diego Lopez sé hann bara heilu góður, sko. Við erum náttúrulega með, sko, það er aldurskenningin að þú getur ekki unnið belt tilbaka eftir 35. Volkanovski er 36. Já, ég sé ekki fyrir mér. Hann sé að fara að vinna þennan nýja spennandi gæja sem Diego Lopez er, sko. Nei, sem sko, Diego Lopez kemur úr, sko, einhverju fjölskyldu svartbeltinga. Það bara, þú veist, hann fer í matabóð og það er bara allir svartbeltingar. Já, en ég held samt að hann sé að fara að róta Volk, sko. Ég held að hann sé komið til að boxa, sko. Já, það? Já. Já, ég held að Volk, hann er ekki með, sko, sömu huguna á var með áður. Og þú veist, Íslam... Ekki sömu huguna, ekki sömu snerpuna, þú veist, bara þetta er ekki saman maður, held ég, sko. Nei, ég er alveg samanlega, sko, og ég þú veist, Ilja Topuri á rótaran, Íslam slæðir hann út. Þetta lítur ekki vel út, sko. Nei, ég veit það. Þú veist, það bæði þar átt honum gamall, það er búin að róta í 2 svar. It's a young man's sport, og þú veist, Diego Lopez er 30. Það er 6 ára milli þeirra. En samt, þú veist, ef að einhver getur púlað þetta off, þá er það Volkanovski, sko. Já. En mér finnst allt benda á Diego Lopez. Já, þú veist, momentumið, Lopez, jitsið, Lopez, festleikinn, mileageið, þetta bendir allt á Lopez. Já. Og svona... Bara, þú veist, ungur og hraður og þú veist, og segjum sem svo að þetta verði erfitt að stræka við hann, þú veist, þá getur bara Lopez tekið í gólfið. Já. Þú veist, hann er ekkert með það bilagslega góða, þú veist, gott takedown. Hann er bara svo góð, þú veist, hann bara, þú veist, það gengur svo vel að stræka, hann þarf ekki, hann getur bara gemt þetta svarta belti í rassasunum og þarf ekki að neyta sérstaklega. Nei, ég er alveg pínusamlega, sko. Já, það var svo hátt output. Sko, ég veit ekki alveg, sko, maður er svona líka að sé hann gasa, sko. Það sem að eftir 3 lótur, það virðist að vera að gasa að því að hann kýlir svo intense. Já. Var það kannski bara þarna fyrsti barndaginn hans, sem hann var svolítið þreyttur í? Nei, bara mjög nýlega. Man ekki nákvæmlega í hvaða barndag, sko. Það sem hann er bara, þess að hann setur bara knockout power í öll höggin sín, sko. Einmitt. Annars er hann ekkert, veist, sem alveg klárar Patsabatini og Yusuf. Já, mér langar eitthvað, sko, ég held að þetta sé eitthvað svona, mér langar í Alexander Volkanovski Glory Days aftur. En ég held að því miður að sé hann búinn. Já, ég held að líka. Hann er samt búinn að breyta helling í svona sínu umhverfi, hann Volkanovski. Keypti sér svona bóndabíli í Ástralíu og hann var svona, kannski það svona retirement. Já, þeir eru segið upp á. Hann er bara komin á bóndabílið og svona. Jú, allir ég afskrifði þetta ekki eiginlega. Ég ætla ekki að segja að þetta sé eitthvað svona... Nei. Já, ég held að bara Lopez tæki það og þú veist, ég held að nú sé bara hefjast bara svona nýr skemmtilegu kafli í það, veit, sko. Já. Og þú veist, Mosa Evloev mun koma að berjast beltið við hann næst örugglega og svo mun Leroy Murphy fara að blanda sig inn í þetta og þú veist, það er alls konar að gerast. Svo náttúrulega Gene Silva, hann mun fara að blanda sig í þetta. Þú veist, það er skemmtileg tíma framöndan og ég held bara að Volkanovski, hans tími sé í liðin. 100%. Það er svo vont að segja það. Já, ég veit það. En já, ég held að sé svolítið þannig, en hann má eiga það, sko, ef hann vinnur þetta, þá vil ég taka fram, sko, að ég og Volkanovski vorum að æfa saman á sama tíma niður í Bang Tao í Tælandi. Þannig að þú veist, það er náttúrulega Nani Magic, sko. Já, hann hefur kannski pikkað eitthvað upp. Hann hefur kannski pikkað. Ég held að þessi gaur með gott gillutin, ég hef kannski bara eitthvað... Kannski ég myndi bara kannski, það ætla mér hérna og neða mér hann spilur og já, keira það spilur í halsinn á honum. Já, algjörlega. Ég hugsa það, sko. En mér finnst það alltaf að fyndi, ég var að heyra það gengur svo vel með YouTube cooking þáttinn hans, sko. Já. Að hann er bara komið með alls konar fans sem eru bara, þessi gaur UFC fighter. Volkanovski getur gert allt, sko, hann getur gert comedy show, hann getur gert maðurlu þátt og fleira, sko. Ég held að hann ætti að verða svona
svona kommentator eða svona eitthvað svona stemmingsmaður í útsendingunni eftir að ferlinu líkur. Já. Það getur verið skemmtilegur í einhverju þannig. Já, er það ekki bara sanngjarnt eða? Svona gæði svona hliðarlínunni sem í svona uppbytun á þættinum og eitthvað svona. Ég held að hann væri góður í því, sko. Já. Hann er líka ekkert með það rosalega sterkan hreim, sko. Maður skilur hann alveg. Já. Já, það er alveg til svona Aussies sem er svona eitthvað, þetta er rosalega Aussie hreimur maður. Herri, hvernig líst þér á Michael Chandler á móti Paddy the Baddy? Fimmplett. Sko, ég er eiginlega sammála Renato Moicano. Því að, þú veist, Paddy berst svolítið með hökun uppi. Já. Og Chandler svolítið svona. Þannig að ég sé það svolítið fyrir mér að Chandler eftir að ná honum, sko. Og þetta er svona fyrsta alvöru testið hjá Paddy. Já. Þannig, sko, ég sé eiginlega bara fyrir mér, sko, fyrstu lótu knockout frá Chandler. Fyrstu lótu knockout? Já. Já, það er eitthvað. Já, þú veist, Chandler er alltaf svo hættilegur í fyrstu lótunni, sko. Þannig ef að Paddy nær að draga þetta longinn þá á hann góðan séns og geti, þetta fyrir gólfið, þú veist, þá held ég að Paddy sé kannski betri jitsari, en ég veit ekki, ég svo sem sé ekkert endilega fyrir mér að Paddy sé eitthvað að fara að keira niður með eitthvað double leg takedown eitthvað þannig, en svona, ef þetta fer í gólfið þá held ég að svona Paddy eigi eftir að finna kannski einhverju leið, allan bara til að þú veist stjórna barðaðanum og klokka inn einhverju lótur, sko. Já. En ég held að fyrsta lótan eigi eftir að vera, hún á eftir að spennu þrungin, þá eitthvað eftir að gerast þarna og það kæmi mér ekki óvart ef að bara Chandler myndi smell hitta einu. Nei, ég er svona. Og Paddy fyrir niður, sko. Já. En svona, sko, hefur, hann hefur átt svolítið erfitt með þann Chandler. Hann hefur átt erfitt með mjög góða jitsara. Hann var svona, þú veist, gæti enga veginn losað, Olivera á bakinu sínu, þú veist. Hann var samt með Olivera í vandræðum í fyrstu lótu, hann er alltaf fucking stórhættilegur í fyrstu lótunni, þegar hann hefur endalið svo, þegar hann hefur ennþá nóg eftir að gastangnum, sko, en svo svona, já, fer það, hann bara, þú veist, hann er svo alls ekki, þú veist, ég held að hann hafi góðan gastang og er, þú veist, mjög vel svona conditionaður, en svo bara einhvern veginn fer allt út gluggan þegar barnaðin byrjar, af því að hann setur bara allt í allt einhvern veginn og hann bara gefur svo 100% í. Já. Þannig að svona, það vantar kannski aðeins svona fight IQ í hann, af því að hann bara einhvern veginn, þú veist, hann vill svo mikið gera eitthvað sjó. Þannig að, þú veist, ef Paddy næri að draga þetta longinn með honum, þú veist, ég held að Paddy sé alltaf að fara að vinna þriðju lótu. Ég held að Chandler sé alltaf að fara að vinna fyrstu lótu. Já, ég hugsa að þetta sé rétt með því að sko, Chandler er alltaf að fara að vinna fyrstu lótu. En sko, UFC er ekki úr það að Chandler er ekkert óslega gott, sko. Nei, en hann er líka bara búinn að vera að berjast á toppnum síðan hann kom inn, sko. Veist, hann er ekki búinn að fá einhverja easy fights nema að, kannski mögulega Tony Ferguson eða eitthvað þannig. Já, byrjaði að bara debut á móti Dan Hooker og bara rota hann í fyrstu lótu. Já, sem er ekkert, það er alveg afrek, sko. Já. Þó að, þú veist, sumir vann með þetta Dan Hooker og, þú veist, kallaði Turtle in the Tree og eitthvað svona. En þú veist, ég meina, bara, þú veist, Dan Hooker hefur alveg gefið mönnum eins og Dustin Poirier bara fucking fight, sko, og þú veist, þú getur alveg staðið í hverjum sem er þarna á toppnum í léttvítinni, sko. 100%. Þannig að, þú veist, að vinna hann er alveg bara, það er bara geggjað statement, sko. Já. Og, þú veist, Chandler náttúrulega, þú veist, þetta er bara bestu gaurinn sem hann er búinn að vera að berjast við. Já. Þú veist, og er Paddy á þessu leveli? Ég veit það ekki. Ég held það ekki. Ég er sammálaður, ég hef áhyggjur af hökunni hans að hún er svo ógeðslega hátt uppi. Þetta er svona einhverju hluta vegna þá eru þið með sama veikleikan, það er að geima hökunni hátt uppi. Ég veit ekki hvað þetta er búin að laga það. En sko, hinbúndurinn er sko að mér veist Paddy the Baddy vera 100% svona gaurinn sem myndi, þú veist, fara inn í hana bardaga á réttum tíma. Að, þú veist, hann myndi vera eitthvað svona, þú veist, hann færi inn í bardagan þegar honum fyndist að það væri rétti tími til að fara inn í bardagan. Að, þú veist, hann er svona, þú veist, eins og hann fór ekki inn í UFC fyrr en UFC bauð honum í seinna skiptið að koma inn í UFC. Já, það? Já. Okay. Að hann bara, nei, ég er ekki tilbúinn í UFC. Og mér finnst hann alltaf vera eitthvað svona, er ég tilbúinn þetta? Er ég nógu góður þetta? Þannig að núna er, þú veist, Chandler 38 ára, þú veist, Paddy þarf svona
þarf bardaga á einhverju svona ákveðin stærðargráðu, hann búinn að taka nokkra svona innan gæslappa auðvelda bardaðinni í UFC, þess að vera svona góður að taka svona lítil skref og ísa sig inn í þetta sko. Þannig að ég hugsa, ég held að Paddy Baddy trúi að þetta sé rétti tíminn til að mæta Chandler. Já, það líka alveg eitthvað til í því sko, ég meina Chandler ekkert að vera yngri sko. Nei, 100%, þú veist hann 38 ára og þú veist, Paddy ætti að geta kardióðan og svo framvegis sko. Og ég held að það sé hættur að blása svona upp á milli bardaga sko. Ég fíla það sko. Þetta var náttúrulega mikið, þetta var svo mikið rugl sko, þú veist, maðurinn var náttúrulega bara með átröskun sko. Já, þú veist, þú blæst ekkert svona mikið upp nema að þú veist, þetta sé vandamál, fattarðu. Ég kannast við þetta bara sjálfur, fattarðu. Ég hef alveg verið spikfeitur sjálfur og svona, þú veist. Spikfeitur? Já, ég var 110 kíló eins og sko. Það er alveg... Þú getur ekki þegar þú ert engin kíló, ég var 110 kíló. Já, ekki eins og, ég var þannig kílórapparan. Já, ok. Nei, ég var nú, blessunlega séð ekki svo feitur. En við skulum nú ekkert vera fett sem fólk hérna í beinni útsendingu. En hérna, þú veist, þetta hefur verið eitthvað vandamál, þú veist, þetta hefur ekki verið bara eitthvað svona, fyndið, mér finnst gott að borða það. Þú veist, þetta hefur verið bara eitthvað, þú veist, þetta var vandamál. Þú átti ekki að vera að fitna svona fokki mikið, svona hratt líka, þú veist. Og vera bara eitthvað svona jójó, bara eitthvað neginn, svo cuts alveg niður fyrir bardaga og svo bara let it all hang out bara eftir bardaga, þú veist, þetta var bara, þú veist, þetta var bara mjög slæmt og það er frábært að sjá, hann ekki að gera þetta lengur. Já, ég veit ekki hvort ég líti á þessi vandamál eða bara frelsi. Ég er sammála sko að þú veist, hann á ekki verið að þessu, hann á ekki verið að blása út hérna bara einhverjum 20 kílóum sko, en hann greinlega leifir sér sko. Ég hef gagnrýnt að fyrir að vera alltaf að fara í eitthvað svona fat camp fyrir bardaga sko, en þú veist samt alveg að fitnum 10 kíló bara á viku er alveg þess að ég þetta svo ógeðslega mikið sko. Ég veit það. Þú veist, hann var líka bara, þú veist, maður brá bara þegar maður sá hann, þú veist, hann var bara komið undir höku og bara, þú veist, bara andlit hans var bara orðið feitt, fattar þú veist, það er alveg munur á því og eins og, þú veist, að aðeins búin að missa sixpackin, fattar það gerist kannski fyrir venjulegt fólk. Sérðu það ekkert í andlitinu og hann bara vák hann var feitur, fattar Já. Það munur á því að vera Chubba Kong og vera bara alveg útblásinn sko. Það sem alveg satt sko. En ég mér var aðeins að því ég var eitthvað svona, maður alltaf eitthvað svona að kíkja á einhverja UFC spjallhætti og eitthvað. Þegar Aljamain Sterling er að tala að Jones bauð hann upp á drykk. 3 vikum fyrir eitthvað fight hjá Aljamain. 5 vikum fyrir eitthvað fight. Og Aljamain er bara, wow, ég get ekki verið að drekka núna, það er 5 vikur fight hjá mér. Og hann er bara, af hverju þú að drekka? Þú ert fara að berast næstu helgi. Bara af hverju John Jones var sér. Og það var, og hann var svona punkturinn sko, að það er eitthvað svona, ef þú trúir í alvörunni að þú sért að fara að tapa út af þessum drykk, skilur þá varstu bara ekki að æfa nógu mikið, nógu vel og hausinn er bara, þú veist, weak. Að þú haldir að einn drykkur sé að fara að skemma 5 vikna kamp, skilur. Ég svona velti fyrir mig hvort að Paddy Baddy sé bara með svona öðruvísi mindset. Þú veist, hann bara horfir ekkert á það þannig að þó hann blási út eftir einhvern bardaga og bara éta á sig gat og bara éti sig hamingju saman og það sé að fara að hafa áhrif á eitthvað kamp sem hann tekur eftir 3 mánuði eða eitthvað. Þú veist, það bara, hann trúir því ekki og þú veist, æfir bara þeim mun sterkara og þeim mun betra. Hann er bara á því bara, ef þú ert shredded, þú veist, allan ársins skilur, þú ert bara miserable. Svo mætur þú bara miserable á æfingar og eitthvað. Hann er alltaf búin að éta, hann er alltaf búin að, þú veist, taka þann downtime sem hann á, skilur, og hefur og bara fucking njóta sín. En aðeins svo mikið. Ég skil að, þú veist, fá sér smá, leyfa sér að fá sér eftirrétti og eitthvað svona, þú er nýbúin að berjast og eitthvað, en þú veist, ekki vera bara háma í þig, þannig að þú sést viku eftir fight og þú er bara orðin bara visibly, bara feitur. Þú lítur ekki út eins og íþróttamaður lengur. Nei, ég skil. Við ætlum ekki að fatt sem að fólk í beinni útsendingu. Það er eitt samt sko. En þú ert á Chandler-sinni eða? Chandler, já. Ég held líka bara að þú veist, ef þú skoðar, þú veist, UFC, Fairlands, Chandler, þú veist, það eru allir bardagarnir nema fyrra tapið á móti Oliveira eru Performance of the Night eða Fight of the Night. Já. Þú veist, hann er að fara að gera eitthvað geggjað fyrir okkur. Og ég held hann sé bara að fara að róta Paddy í fyrstu. Það er svona gott tilfinningin sem ég hef fyrir þessu, sko. Já. Þú veist, þetta er en samt sem áður, þú veist, ef pælum mig, hann er ekkert búinn að vinna UFC fight síðan í mæ 2022, sko.
Já, langt síðan. Það er svo orðið langt síðan. Hún lítur að hungra í sigur. Og þú veist, árið 2022, þú veist, þá var hann 35 ára. Nú er hann 38 ára. Þú veist, það er mikill munur þarna á, sko. Já. Og þú veist, en samt, þetta verður geggjað. Saman hvernig þetta fer, þá verður allan að fyrsta lotan, þú veist, við verðum að hoppa upp úr sætunum okkar, við verðum að segja oh my god, oh my goodness, þú veist, þetta verður alveg eitthvað þannig moment, sko, ég trúi ekki öðru. Ég er 100% sammála, sko, ég flagga alltaf í hálfa stöng, bara þegar það kemur fight announcement við Mega Chandler. Nákvæmlega. Það er bara, þú veist. Já, það getur ekki verið leiðilegt. Nei, þetta er geðveikur fight. Þetta er nefnilega bara ógeðslega gott kart í hilsinni, en ég er samt á Patti-listinni. Já, það? Já, ég finn það sko þegar ég segja að það er ekki góð hugmynd. Nei. Af því að Hakanes er svo hátt uppi og ég held að sko þegar Michael Chandler kýlar hann verður bara, ok, ég hef aldrei kýlt svona fast. En á hinbóginn, it's young man's sport, hann er 38 ára, hann er ekki búinn að berast mikið, hann hefur verið kláraður, þú veist, og Patti er mjög góður í þetta seri. Já, svona eins og ég segi, mitt gut feeling er bara einhvern veginn að Chandler er aftur að hitta hann og allan nokkar niður í fyrsta loti, sko. En ég get alveg séð fyrir mér bara Patti með reyna ekki tjók í þriðu, þegar að Chandler er bara ógeðslega þreyttur og hann einhvern veginn finnur leið til að taka þetta í gólfið og þú veist, ég get alveg séð það fyrir mér að Patti finnir söpið, sko. Já, það getur alveg verið, sko. Herri, Bryce Mitchell á móti Gene Silva. Bara, þú veist, Dana White er bara að reyna að koma Bryce Mitchell fyrir kattana, sko, þú veist, það er bara, þú veist, hann fór að tala að Hitler var good guy og hann bara, já, finnum fætt fyrir hann. Allir bardaðagyðingar í heiminum vildu fætt fyrir Bryce Mitchell. Og sko, Dana White sagði það einmitt bara í sambandi við Bryce Mitchell, sko, að þú veist, skemmtilega þessi íþrótt að þið getið bara, þú veist, eða hatið henni, þú getið síðan bara lamin í fucking klessu. Þú veist, hann var að tala Bryce Mitchell, þú veist, þetta var í umræðum hann, sko, þannig að, hann var alveg að meina það, sko, þú veist. Hann vill sjá Bryce Mitchell lamin í klessu, sko, hann er búinn að fá nóg á honum. Já, sko, þegar þú fer í podcast, fyrsta podcastið er bara, Hitler var ekkert svo slæmi gæ. Það var þetta bara, þú veist, you're gonna make some enemies. Og Bryce Mitchell, þú veist hvað, hann er ekki búinn að róta tvisvar núna, bara mjög stuttum milli við Billy. Jú, Emmett vinnuði náttúrulega rótaði hann. Já. Hver rótaði hann líka? Hann Tuburi, já. Já, auðvitað. Tjóka. Já, hann tjókaði hann, já, armtriangle, já. Þannig að þetta er búið að vera erfitt hjá Bryce Mitchell. En þú veist, hann wrestlefokkaði Danny Gay og spilaði beint inn í leikinn hans Kron Gracie. En Kron Gracie gæti nú því miður ekkert gert, elsku Kron Gracie. Nei, hann bara, olbúar, ég held að að jitsa. Greið. En Gene Silva, skilur við, hann er náttúrulega klálega striker. Já. Og svona stór gæi, hann virkar voða stór. Og þú veist, gæti alveg róta Bryce Mitchell. Bryce Mitchell er ekkert eitthvað svona chinniest. Nei, hann hefur verið rótaður, þannig að ég get alveg segja það fyrir mig, sko. Ég held að Gene Silva róta hann, sko. Fyrir mér er það svona, er það fyrsta lóta, er það önnur lóta, er það þriðja lóta, en ég sé ekki annað heldur en KO, sko. Nei, ég er alveg samanlega, sko. Og líka, sko, ég held að svona glíman hans Bryce Mitchell, þú veist, menn eru búin að fatta, þú veist, hvernig hann vill gera hlutina, skilur við. Hann er samt mjög góður í glímunni, sko. Já. Hann er rosa góður wrestler, sko. Já, algjörlega, en þetta að grípa singulegginn, þú veist, hafa höfuðið fyrir ofan fótinn sem hann greifst og snúða í ringi, skilur við. Já. Þú veist, þú finnur lausna á þessu, skilur við. Já, en samt, þú veist, fattar að þessi fundamental hluti virka for a reason, sko. Og þú veist, þó þetta, kannski, þú veist, þú getur gert tape study á honum og þú veist, ok, hann gerir þetta og svo gerir hann þetta. En þú veist, bara þessi hluti virka af ástæði, sko. Já. Þannig, ég held að hann þarf allan að vera, þú veist, ef ég væri Gene Silva, þú veist, þá væri ég bara búinn að vera með einhverja WrestleManiacs með mér í gyminu að reyna að taka mig niður núna bara for months að undirbúa fyrir þetta, sko. 100%. En það var ekkert svo langt síðan að það var tilkynnt um hennar bardaga. Mér finnst eins og bara, Gene Silva var bara nýkominn úr bardaga. Já, hann alltaf bara kallaði hann út, sko. Já, einmitt. Og Bryce Mitchell bara hringdi bara beint í Dana White eða Hunter eða einhvern veginn sem gaurum, sko. Og þeir sett þetta bara saman á nótum, sko. Já. Þannig Gene Silva byrjaði með hérna, fuck Bryce Mitchell, á okkur blaðmann fyrir. Já. Og Bryce Mitchell tók ég bara persónulega. Já, hann mætti líka með svona globe model af, þú veist, jörðinni. Af flattri jörðu, eða? Nei, veist, hann mætti með globe. Já, Gene Silva. Þú veist, til að sína honum. Já. Já, hann sér þetta, hann vann hann Melsig
Bagdasaryan bara núna í febrúar kallaði út hérna Bryce Mitchell og ég held að það hafi bara verið svona ándjóks 2 dögum seinna sem bara barðaðin var komin bara tilkynntur sko. Já. Það var bara hjólinn bara hafa aldrei snúist í að prata einhvern veginn. Nei. Því ég held að Dana White hafi verið svo peppaður bara já, let's do it. Fucking rockman. Eitthvað svona, líka bara Bryce Mitchell á móti Dr. Knockout. Já. Ég vil ef Dana White verið bara, ekkert eðlilega spennt fyrir. Ég vil líka bara spenntur maður, allir þessi fighting nerds, ég bara elska þegar þeir eru að fara að berjast. Það er eitthvað svona, það er einhver orka í kringum þess að stráka, sko, og maður bara... En heldur að Gene Silva er því svona góðu gæði, svona ef hann slær Bryce Mitchell, svona sjáanlega búinn að róta hann, ætla hann lappi bara í burtu, ætla hann... Það verður eitthvað svona dómari, hei, þetta er búið, sér ekki að þetta er búið, eða? Bara, dómari, horfðu hérna út frá, og ég ætla að berja meira. Já, ég veit það ekki, mann finnst oft Gene Silva svona einum of friendly. Hann er eitthvað svona, þú veist, að vilja gefa 5 í miðjum barda þegar hann ætti bara að vera að spila leikinn, það er. Já, gæti alltaf mind games. Já, einmitt reyna svona disarma opponent, svona já, til að aðeins að óvinnurinn haldi, aðstæðurinn haldi að þessi ógeðslega góði vinnir, en hann er bara eitthvað. Já. Þú veist. En ég er svona alveg pælt í því alveg oftar en einu sinni að mér finnst hann svona off-friendly inn í búrinu, sko. Já. Eins og hann sé bara að sparra eitthvað. Eins og sé bara að sparra? Já, en svo náttúrulega kemur hann með þessi svaka knockout og eitthvað. En þú veist, hann er svona eitthvað, þú veist, það gerist eitthvað svona smá eye-poke eða hvað sem það er, eitthvað svona smá, eitthvað svona dót og hann er alltaf svo, þú veist, það er svo stutt í brosið hjá honum og eitthvað svona, þú veist, hann er svo friendly þarna inni, sko. Og meðan að, þú veist, sumir eru bara, þú veist, einhvern veginn tuned on og bara í einhverjum drápsham og, þú veist, hann er alltaf einhvern veginn svo stutt í gleðina hjá honum. Sem ég er svona, ég veit ekki hvort það sé sniðugt, sko. Hvort það gæti á endanum kannski komið niður á honum. Nei, ég veit það ekki. Já, það er góð spurning. En alltaf, hvað er þeir álíka gamlir eða? Er ekki Bryce Mitchell aðeins eldri? Bryce Mitchell... Já, 2 ára aldursmunur á þeim. Já, en þú veist, þeir eru bara báðir bara í præminu sinu, sko. Já. Úff, ég veit ekki hvað ég var að setja á þetta, sko. Ég Bryce Mitchell með betra rekord, þannig að séð, 17 sigrar, 2 töp. Þú veist, 17 sigrar, 2 töp. 2 töp, móti 15 sigrar. 15-2, þeir eru basically sama rekordspilið. Já, nema annað er betra. Ok, en þú veist, já, þú veist, þú skoðar fokkin, bara, þú veist, nöfnin sem að Gene Silva búinn að mæta, þú veist, þessi Kevin Vallejo sem hann tók í Contender Series, hann sannaði þessi feitt þarna í síðasta bara það, þú veist, svo Westin Wilson, kannski en þú veist, eftir það bara Charles Jourdain, Drew Dober og Bagdasaryan, þú veist, þetta er góði gauðra sem hann er að vinna, sko, og þú veist, og hann er að fá Fight of the Night á móti Drew Dober, Performance of the Night á móti Bagdasaryan og þú veist, þetta er ekki einhverju gefin sigrar, sko. Nei, en þetta er heldur ekki einhverju svona glímu phenoms. Nei, kannski ekki. Eins og Bryce Mitchell er. Það var kannski eftir að koma í ljós, bara hversu gott er teiknað defensið og... Já, hvort að Bryce Mitchell hafi verið found out og svona. En einu sem þú veist, er bara, þú veist, Gene Silva, ógeðslega skerrigugur, hefur ekki mætt einhverju svona glímu phenomi eins og Bryce Mitchell er, en sem er svona specialized þar. Og Bryce Mitchell hann er ekki með sterkustu högu allra tíma, skilur. Hann er gripinn og gæti alveg verið sleginn í rót bara í fyrsta lúti, sko. Á móti svona skrimsli, sko. En ég ætla að setja Bryce Mitchell. Í alvöru? Já. Vá, ég er bara orðlaus, sko. Ég farið með glímumanninum. Nei, bara, þú veist, á móti fighting nerd og eitthvað. Já, það væri bara svo, það er eitthvað svona varðandi söguna. Ég bara, ok, fighting nerds verða að tapa einhver tíman og af hverju ekki bara, þú veist, Bryce Mitchell með bara hótelbiblíunni í vinstri hendi, Dana White ógeðslega fúll á hliðalínunni, bara reyndi að koma mínum manni fyrir Katanef, gekk ekki. Ertu búinn að skoða stöðlana á þessu? Herri, ég held að sé alveg hvað það segja, er komið stöðlar en Coolbet? Já, Coolbet er með það 3.40 á Bryce Mitchell. Já. En þú var að fara að kassa inn feitt á þessu. Ég er að fara að gera það svo feitt, sko. Ég held að þetta verði Gene Silva bara knockout. Það er ekki ennþá komið, þú veist, method of victory. Nei. En ég ætla að setja Gene Silva by KO. Ég ætla að hafa Gene Silva og Diego Lopez saman á parlay, báða by KO. Áhugavert. Herru, ég kemst ekki inn á íspilnin, ég þarf að gera double authentication, nenni því ekki akkurat núna. Ég er með þetta hérna. Já, ok, geggja.
Þannig að hvað, það er 350 á Bryce Mitchell 340. 340, hvað mikið á Paddy? Paddy, það er 163, hann er góð favorite, sko. Okay. En Diego Lopez? Diego Lopez og það er 225. Jaha. Góðan peningur Diego Lopez, sko. Ég skil ekki af hverju Volkanovski er 168. Bara hann er Volkanovski, skilur. Já. Volkanovski. Þetta er, já, hann er kannski aðeins að svona að færi þetta á svona fornri frægð, fattar við. Já, ég hugsa það. Ég held að Diego Lopez, í mínum augum, ef ég væri búið til þessu odds, sko, þá myndi ég flippa þeim. Já. Ég held að. Ég held að Diego Lopez er mjög sigurstranglegri, þannig. Já, alltaf ekki. Herru, færum okkur aðeins niður kartið. Þetta er ógeðslega skemmtilegt kart. Bara, þú veist, mér finnst eins og bara hver bardaginn eftir öðru með bara, þú veist, það byrjar líka bara í prelims, það verður þetta strax skemmtilegt. Já, algjörlega. Herru, allavega, ég er út úr Ríkes á móti Patricio Pitbull. Er ekki Pitbull Hann er debut, þetta er komið Bellator-gæði, sko. Já. Hann Jóhann Salín sendi mér eitthvað og var að tala um að hann væri ógeðslega spennandi og Salli væri búinn að bíða eftir hann lengi og eitthvað. Já, nákvæmlega. Ég skrifaði grein hann þegar hann var að skrifa undir. Já. Og var svona aðeins að kynna mér, þetta er bara gæði sem búinn að vera að berjast, þú veist, fullt af titilbörðum í Bellator. Búinn að verja titilinn margoft. Og þú veist, hann varði titilinn 5 sinnum áður en hann, eða sko, þú veist, hann vinnur titil í Bellator árið 2011, sko. Og svo vinnur hann aftur titil 2013, þú veist, ver það tvisvar, missir hann, vinnur hann svo aftur, ver hann 5 sinnum, missir hann aftur, vinnur hann svo aftur og ver hann og þú veist, og ver hann svo aftur. Þú veist, hann er bara búinn að vera í titilbörðum síðan 2011, fattar við. Og smá svona feilspor hér og þar, þú veist, en hann kemur alltaf aftur. Missir titilinn sinn, nær hann aftur, missir hann aftur, nær hann aftur, fattar við. Það er eitthvað 24-6 í Bellator. Já. Þú veist, það er ekkert eðlilegt rekord, sko. Nei, einmitt. Ég er mjög spenntur að sjá hana, því ég er út úr Ríkes er líka bara, þú veist, ógeðslega skemmtilegu barndamaður. Svona flashy, en þú veist, the Pitbull er the Pitbull, sko. Hversu stundum virkar þetta flashy dót bara ekkert á svona Pitbulls. Það er oft þannig, sko. Nei, það er alveg satt, sko. En það er líka bara, ég var að horfa svo skemmtilega barndagreiningu á ég er út úr Ríkes daginn, sko. Það er svo fótarhreyfingarnar, hvað hann svona resetar oft, skilur. Svo setur lappirnar saman og til að finna rétt einhver til að, þú veist, að vaða í svona bara svona beinur árið sér. Það er svona skemmtileg barndagsstíl, hann er svona öðru sig, ekki það sem hún finnur hvað sem er. Það er svona erfitt að segja til mér að barndaga, sko, af því að ég fylgjast lítið með Bellator en ég er úrslega spennt að sjá Pitbull koma inn. Af því að þetta er annað dæmi bara svona Bellator gæja. Reyndar Askren kemur alltaf frá One en Chandler kemur frá Bellator. Já, þeir börðust var það ekki? Jú, hvort það sé ekki rétt sér. Og Chandler var með eitthvað sko bíf við hann, sko, og hvort að Chandler hafði barist líka við bróðina hans eitthvað, getur það ekki verið? Ef það ekki Chandler rétt á, bara jú, bara let's go. En þetta er ógeðslega reynslu mikill gæi, hann er 36-7, en á saman tíma í Bellator, sem hefur sko, þú veist, B-deildarmenn í UFC hafa orðið meistarar, skilur, í PFL og eitthvað. Og maður sér þess að gauðra að koma úr Bellator stundum og bara svona ekki alveg vera, þú veist, nógu góða fyrir UFC, þannig að maður sem veit ekki, og svo hann er gamall líka, sko. En jú, hann mitt vann Michael Chandler í titilbardaga, sko, hann tók titilinn af Chandler. Já, það er málið. En ég gef þetta á Jair Rodríguez sem er 32 versus 37 ára Pitbull sem er að debúa í UFC. Ef hann tekur Jair Rodríguez sem er reyndar sko febrúar 2004, komið ár síðan Jair bara síðast, að það bara geggjað, en ég hef trú á minnum manni Jair. Já, sko, ég bara, þú veist, ég bara veit ekki nógu mikið til að koma með eitthvað allt og góða skoðun á þessum bardaga, sko. Ég var eiginlega bara að koma í ljós, veist, ég þekki Pitbull ekki nógu vel. Veit að Jair Rodríguez er ógeðslega skemmtilegur, en
svo hefur maður séð bardaga hjá honum þar sem hann einhvern veginn svona næri ekki alveg að finna þetta flæðið sitt sko. Nei. En þegar hann finnur það, þú veist, þá kemur hann með eitthvað geggja eins og olbúinn á móti Korean Zombie Já. sem var bara buzzer shot, var þetta Já. ekki bara í lokin á 5. lotu Jú, bara síðustu kemur með sekúndu. einhvern svona olbúa yfir hausinn á sér og bara steinróta hann sko. Fuck, Þú veist, hann ógeðslega skemmtilegur en þetta skemmtilega virkar ekki alltaf. Nei. Þú veist, og ég held einmitt á móti svona gæja eins og Pitbull, svona Pitbull, hann hefur fengið þetta viðnefnið ástæðu, sko. Þá, þú veist, þá ekkert endilegt að hann muni geta fundið þetta flæðið sitt og þessi flashy hlutir, þú veist, verða kannski erfiðir að pull off. Ég eiginlega sammála þér, ég ætla að skipta skoðun. Ég tek Pitbullinn, ég sé fyrir mér hann sé að fara að pressa áfram, ég veit ekkert það og hann með svakalegt rekord, en ég hugsa að hann muni raun ekki gefa Jair Rodríguez plássið til þess að vera cute endurstilla söguna sína og hann sé svolítið bara labba áfram og benga sko. Ég spila hann þannig í hausnum á mér þannig að ég skoða þetta betur í vikunni. Þannig að hvað segir Coolbet þannig til Pitbull? Er eitthvað stuðlega? Þeir hljóta verið með þetta maður sjá. Þeir segja 2.60 á Pitbull, 1.53 á Jair Rodríguez þannig að Jair Rodríguez alveg svolítið favorite sko. En ég einhvern veginn svona kannski bara þekki ég Pitbull ekki nógu vel og kannski hann farin að aldrei að segja til sín en ég myndi bara halda þetta væri bara coin toss sko. Nei ekki? Jú, það getur verið. Herru, fyrsti bardaginn við þurfum að tala en fyrsti bardaginn á þessu karti Nikita Krylov á móti Dominic Reyes Dominic Reyes náttúrulega bara svona virðist vera einhvern veginn svona að rísa upp eins og Phoenixinn hann þú veist vann þetta síðan Anthony Smith sem samt svona eitthvað lala og maður hélt að hann væri alveg búinn fyrir hann kom og hvað var hann aftur hann var að tvekja hann er búinn að vinna 2 í röð núna Dominic Reyes vann Dustin Jacoby bara sló hann út og Dustin Jacoby hann er góður strækir sko. Hann er bara topp kickboxer þannig að þá var maður svona ok, geggjað þú tekur hann Anthony Smith það bara það stúta allir Anthony Smith skilur nema hann brassinn Brito Petrino einmitt, sló saman 2 nöfnum nema hann mæti Nikita Krylov þetta í alvegni, Dominic Reyes Dominic Reyes, arguably vann John Jones á sínum tíma þannig að þú vinnur bara John Jones næstum því ef þú ert ex-góður en svo svona eins og hausinn hefur farið tapaði 3 í röð eftir John Jones 4 töp í röð hann betri núna hann komið hausinn skrúan rétt á núna hann nógu góð til að geta unnið John Jones á sínum tíma nema hann bara betri núna þegar hann æfa meira pluss hausinn rétt skrúðar á og líka bara rönnið hans upp að John Jones var geggjað sko og bara alls konar nöfn á rekordinu sem var ekki joke sko þannig að hann er alveg búinn að eiga flottan feril og virðist alveg eiga eitthvað eftir sko og hann er náttúrulega 35 ára en eins og til dæmis stöðlarnir á Coolbet benda til að Nikita Krylov sé alveg talsverður favorite í þessum bardaga sem ég skil ekki alveg af því að ég hefði hallast að því að Rey væri favorite sko. Ég átti von á því svona því ég fór að fletta upp stöðlunum sko kom mér á óvart sko en alltaf bara hann er með momentumið það er kannski svolítið svona það er líklega það sko en þetta er sko first round sigur gegn Alexander Gustafsson 2002 þetta er þetta er ekki Alexander Gustafsson Volkan Ozdemir unanimous decision fyrir alla leið og það er alltaf erfiður bardagi það er alveg ágætlega erfiður bardagi og vinnur svo Ryan Spann í fyrsta lúti með triangle choke maður veit aldrei sko Ryan Spann er ekki að sama á Ryan Spann stundum mæti bara Ryan Spann maður er ekkert búinn að æfa og bara fucking lítur hræðilega út svo stundum kemur hann og maður er bara eitthvað fokk að þessi gaur er góður þú veist, maður veit aldrei þannig ég hugsa Ryan Spann þarna sem var chokaður út í fyrsta lótu þetta var auðvitað bara einn af börnunum sem hann tók bara kampið í pásu sko en þú veist, Ryan Spann tapa hann ekki fyrir Anthony Smith í tvígang það fyrir Anthony Smith það fyrir Anthony Smith Ryan Spann vann samt Dominic Reyes var ekki jú, hann vann hann 2022 með power jab þannig að maður veit aldrei hvað er í þessum gæja en ég er persónulega bara búinn að afskrifa Ryan Spann en ég veit ekki hversu mikið vægi ég set í þessa síðustu 3 barda hjá Nikita Krylov nei, versus, þú veist
Dominic Reyes sem svolítið snúið blaðinu maður veit að hann góður skilur. Já. Ég kemur óvart að Krylov sé favorite sko. Ég haldi bara að þetta væri freka jafnt en að Reyes væri svona aðeins líkari. Já, þú veist, hann alltaf triangle jokaður af Paul Craig en veist hver ekki triangle jokaður af Paul Craig tapar fyrir Ankalaev, þú veist hann tapar fyrir þessum stóru nöfnum sko, þessum virkilega hæfileikar ykkur gaurum sko. Ég er svolítið hallast á bara að gefa þetta á Dominic Reyes. Já, þú veist, ég er eiginlega sammála sko. Segja bara að hann sé búinn að finna momentumið sitt, mæti Nikita Krylov. Nikita Krylov getur ekki, hann gerir ekki góða hluti á hæsta leveli. Þú veist, það getur Blachowicz og bla bla, vinnur Johnny Walker, en Johnny Walker er svona skemmtilegur en ekkert rosalegur sko. Þannig ég ætla að segja að við séum að fara að sjá eitthvað af þessum gamla Reyes svona, þessi gæði sem við þekkjum og elskum. 35 ára en engin aldur í þessari deild sko, í light heavyweight. Það er bara góð, það er bara gott sko. Tók hann ekki eitthvað pásu Reyes? Já, eftir að tapa gegn Ryan Spann 2002, hann tekið 2 ára pásu og kemur svo tilbaka sem heldur bara mjög gott. Þannig að ég held að þetta sé nýr og endurfætur Dominic Reyes. Hann var á sínum tíma nógu góður þegar ég horfði bara að hann geta John Jones. Mér fannst hann taka hann. Mér fannst hann vinna John Jones. Þannig að hann hafði það lýsir á sínum tíma. Nákvæmlega. Þannig ég held að, þú veist, hann getur allan að hengið þarna sko. Og eftir þessa pásu, þú veist, þá hefur hann bara litið vel út og finnir sér bara barðana sína sko. Já. Þannig að ég segi alveg, já, Dominic Reyes, ég held að ég sé á öllum underdogunum hérna nema einum. Já. Það er, en þegar maður segja þannig, það bara, ég setja alla á seðil. Ég veit ekki, mér finnst oft sko, þú veist, ég veit ekki, oft sé maður eitthvað svona underdogs með eitthvað 2.50, jafnvel 3 í stuðul og maður er bara eitthvað, þú veist, af hverju? Já. Og svo lendir þetta bara 50-50 á underdogs og mér finnst eins og favorite-arnir sé ekkert eitthvað að hitta oftar heldur en underdogarnir. Nei. Ég veist að sá einhvern sem var að tala það, að betta bara alltaf underdogin og bara þú mynd græða því. Já. Þú veist, og þetta sport, veist, þetta er bara þannig að, þú veist, þú sért eitthvað svona favorite og lítið betur út eitthvað þannig að, þú veist, það þarf svo lítið til allt breytist. Bara það að, já, það var einhver að gera tilraun núna að bara betta alla underdogs og alltaf sjá hvernig það fyrir. Já. Það er ekkert villust, sko. Nei, maður án að geta reikna það bara aftur í tíman, sko. Þú veist, skoða bara stöðluna eins og þau voru fyrir viku mánuði og hvernig það hefði komið út ef það tippað alla underdoguna. Og þarna getur eitthvað, bara en experiments. Já, það er einhver gaur að gera þetta, ég man ekki hvað hann heitir. Einhver gaur sem ég er að fylgja. Heitir hann The Underdog Better? Mögulega. The Underdog Experience. Þetta er svona einhver gaur sem ég er búinn að fylgja lengi, sko, sem er svona betting guy, sko. Og hann ætlaði bara núna að taka, þú veist, eins og núna helgina, hann bara tók alla underdoguna. Ég fíla það. Ég tek líka alla underdoguna. Við ætlum að hafa það bara stutt í dag. Er eitthvað sem við erum að gleyma að fara yfir? Á þessu karti? Já, bara svona í lífinu. Nei, sko, það er náttúrulega ógeðslega skemmtilegur bara bardaði í kvenna á prelims. Það er Virna Europa móti Jan Sjánan. Já. Þetta er svona, þú veist, að þetta stróveit er svolítið svona búið að staðna með Veili Sang hérna á toppnum og verðist enginn eiga breyki hana. Og maður er svona að vonast til að sko Virna eigi eftir að koma upp einhver svaka performance og vinna sér þá inn title shoti með þessu. Og þá er komin einhver spenna þarna á toppin í stróveit sem er búið að vera svona, þú veist, tiltölulega óspennandi, en alltaf, veist, Veili Sang er alltaf spennandi, en hún er bara einhvern veginn búin að vera svo mikið betur en allar hinnar. En hér er Gella, Virna Chandiroba, sem að gæti mögulega styrtinni, sko. Ég held samt ekki, sko, ég held að hún verði pakkar þegar hún fær shotið sitt, sko, en ég gæti trúa að Virna eigi eftir að koma með einhverja góða frammistöðu á þessu kvöldi og þá vinna sér næsta skot. Já, ég sammála. Ég held sko að hún eigi fullt breyk í Jan Sjánan. Eða bara á að vinna hann bara á glímu einn og sér sko. Þannig ég er svona eiginlega þar sko. En svona líka Dan Ige með Sean Woodson í Future Prelims. Það er skemmtilegt. Það er hefur skemmtilegt. Chase Hooper með Jim Miller. Já, ég skil ekki alveg okkur að setja Jim Miller í þennan fight. Nei. Getum við ekki bara búið til einhverjum svona legacy fights fyrir Jim Miller? Já. Ekki verið að taka einhverja hætla unga stráka eins og Chase Hooper. Já, á ekki bara Jim Miller bara að fara í GFL, Global Fighting League. Já, sem er svona legacy, það er bara svona legacy til, skil. Það er ekki bara að retæra, þú veist, en það er ekki komið nóg. Hann er bara að sækjast eftir einhverjum records og eitthvað. Það er með 56 próbarta.
Já. Þú veist, getur ímyndað að fara 56 sinnum inn í búr með einhver gæði sem að drepa þig. Já, 56 sinnum. Já, en í 38 skipti þá dreipir þú hann. Já, en mér finnst að þetta bara, fattar þú veist, mér langar alltaf að sjá Jim Miller á móti, Matt Brown, þú veist, það einhver svona bardaga sem ætti að setja saman fyrir Jim Miller. Ekki vera hendunum í einhverja unga graða stráka, fattar þið? Nei. Ég ekki alveg nóg sem. Chase Hooper var með svo next level hits þegar við sáum hann síðast. Já. Hann bara flaut ofan ansækjum sín. Og rosalega, sko. Hann ekki þér. Dan Elking mæti Julian Rosa sem var sturlað. Já, sem tekist Dumas á móti Mikael Alexichuk. Það var bara svo margt á þessu karti sem bara geðveikt skemmtilegt. Já, algjörlega. Og Gilbert Burns á móti Michael Morales átti að vera. Já, datt hann út. Já, hann datt út. Hvað gerist? Nú bara veit ég ekki. Ég nefnilega hafði áhyggjur að það stendur bara fizzled. Já. Ég hafði nefnilega áhyggjur af Gilbert Burns, mér finnst þetta ekki eitthvað rétti fætin fyrir hann að taka á þessum tímapunkti í ferlinum, sko. Ég held satt. Það 3 fæta losing streak og bara, þú veist, náttúrulega búin að mæta bara Belal, the champion, Jack Della Maddalena, sem að fara í title shot, og Sean Brady sem að sýndi og sannaði hérna í London núna daginn, bara hann fucking beast, ógeðslega erfið bardagar, búin að tafa með öllum. Og fara núna í Michael Morales sem bara fucking scary gæi, sko. Já, 100%. Þetta er ekki fyrir 38 ára mann finnst mér þetta ekki rétti barndaginn til að taka. Nei. Út af því hann líka bara, þú veist, hann bara komið með eitthvað podcast og maður svona, þú veist, hversu mikið hann í þessu? Já. Ennþá, þú veist. maður ekki svolítið búin að hengja upp hanskan á hillinu þegar maður komið með podcast? Já, það ekki. Jú. Já, það ekki. Þeir svolítið allir komnir með podcast. Já. Það alveg eiginlega ótrúlega hversu margir að þeim með podcast. Já, þetta var svona low-key skot á þig, svona að þú kannski bara ekkert að fara að berast neitt, að þú bara sáttum með podcastið þitt og svona. Já, ekki á sjálfa í leiðinu, já. Nei, ég aldrei hættur. Ég get alltaf tekið að mér gleraugun og hætt að vera Clark Kent og orðið Superman. Já, það rétt. Herri, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, þetta var bara stutt og laggott þessa vikuna, að meðan við náum undir okkur fótunum aftur. Við sjáumst bara eftir eina viku þegar gerum upp UFC 314 á venjulegum tíma, verðum aftur í beinni útsendingu í YouTube. Nice. Verðum við ekki á mánudaginn. Jú, ekki. Mánudagskvöldi. Já, það er ekki bara 7:07 og eitthvað. Já, það er ekki bara stemning, Jú. Geðveikt. Herru, ég þakka svolítið öllum fyrir að hlusta og gott betur en það. Já, og minnum bara fólk að mæta á Íslandsmeistarmóti næsta helgi. Íslandsmeistarmóti. Fucking veisla, sko. Það verður fucking veisla. Elska þessi boxmót, maður. Já, 2 daga boxveisla framundan hjá í World Class Boxing Academy í boði HNI. Geggjað. Við verðum þar. Að öllum líkindum allan. Þú verður þarna. Já. Ég verður þarna á laugardaginn. Þú verður þarna. Herru, takk allir fyrir að hlusta.